Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, hingað kominn listamaður að nafni Ódí Friðriksson. Velkomin. Takk. Þú hefur gert garðinn frægan, svo sagt er. Já. Ekki sérstaklega fyrir að Samherji í málaferli við þig? Já, ég held að það sé svona þekktasta verk sem ég hef gert. Lítur á það sem verk, sem sagt dómsmálið? Já, dómsmálið og all umgjörinn, samfélagslega umræða og umtal er það sem skapar verkið. Er þá Þorsteinn Már svona meðhöfundur þinn? Já, heldur betur. Ég meina þú sér það, svona dómsmál rekið í Hæstarétti í London getur kostað 100 milljóna og það er í rauninni allt bara innlegg í listsköpun í þessu tilfelli. Þannig að, já, heldur betur meðhöfundar. Ef við förum bara í byrjunin ef ykkur mannið ekki, að þá var Kveiksþáttur sem afhjúpaði hvernig Samherji hafði stundað viðskipti í Namibíu og vakti mikla reiði öldu á Íslandi. Á sama tíma var Samherji reyndar í alls konar málaferlum í Noregi og skattamálum í Færeyjum og þrjándugutunum. Seðlabanka, gjaldeyrismál. Seðlabankin sem að svona varð ekki úr því málum út af göllum í lagasetningu. Já, akkurat. En þú sendir frá þér tilkynningu, býr til síðu. Já. Það sem að Samherji biðst afsökunar. Já, ég skapaði í rauninni svona skálda afsökunarbeiðni með vísan í rauninni í þeirra fyrri afsökunarbeiðnir. Þeir hafa beðist afsökunar á Namibíu-mál. Þorsteinn keypti heilsíðu auglýsingu í Mogganum á sínum tíma. Þannig að þetta er svona skírskotin í það og líka bara í ákveðna liststefnu sem að ég aðhyllist sem heitir menningarbrengl á íslensku eða culture jamming. Þannig að ég skapaði þessa falska afsökunarbeiðni eða ekki falska, skálda afsökunarbeiðni og sendi. En samt byggðu á heimildum? Já, í rauninni. Gekkst þú lengra í afsökuninni heldur en Þorsteinn Már? Já, ég tók ábyrgð á því sem að þeir hefðu verið ásakaðir í Namibíu og bauðst þess að greiða skaðabætur og heita fullu samstarfi við stjórnvöld í rauninni. Já, leysa málin. Já, í rauninni bara það sem að alvöru afsökunarbeiðni ætti að gera og þetta er eiginlega svona fíllinn í herbygginu. Þetta er í rauninni eina sem að gæti í rauninni leyst alla þessa súpu væri að þeir myndu biðast afsökunar og taka fulla ábyrgð og En er það ekki mikilvægast í afsökunarbeiðni að sá sem að brýtur af sér biðst afsökunar? Ekki það væri óskandi en stundum þurfa menn bara að sjá ljósið, já. Í rauninni mættu þeir alveg fá afsökunarbeiðni mín að lána þeir vilja til þess að biðast afsökunar þegar það kemur. Já. Og þú reyndir að gera þetta vel og smekklega svona, og í anda fyrirtækisins, lágir litir og mynd á hafið og reynilega afsökunarbeiðni, eitthvað sem að, ég veit ekki, ég tók eitthvað mark á þessu. Trúðu þessu fyrir að þetta væri Samherji? Ég sendi þetta á 100 fjölmiðla í 20 löndum. Já. Og það var ekki einn fjölmiðl sem að trúðu þessu. Það var einn miðl sem að, eitthvað svona lítill fiskifréttamiðl í Skotlandi sem að birti þetta held ég í nokkra klukkutíma en breytti því síðan. En eiginlega allur fréttaflutningur af þessu kom frá þeirra eigin fréttayfirlýsingu af því að ég sendi út mína fréttayfirlýsingu og klukkutíma seinna eða eitthvað þá sendu þeir sína að þeir væru ekki sorry eða þú veist að þetta tengdist þeim ekki neitt. Og þá komu fréttirnar að þá hefst fréttaflutningur. Þannig ef það ekki hefði verið fyrir Þorsteinn Már og Samherja þá hefði þetta verið, ekki þetta sagt svona tréð sem að féll inn í skóginum og enginn heyrði? Jú, sennilega, mér finnst það mjög líklegt sko. Þannig að þeir eru mjög virkir þáttakendur og það er alveg hægt að segja að þeir hafi fengið að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Þetta er í rauninni bara verður í rauninni svona vettvangur fyrir þá til að
koma sínu innleggi líka. Lýsaði yfir að þeir séu ekki sorry. Já, þeir eru ekki sorry og þeir axla ekki ábyrgð á því sem sagt þarna og fleira og þeir fá alveg þarna heila viku í rauninni til að tjá sig og eiginlega allir fréttaflutningur fyrst frá þeirra sjónarhorni. Það ætti svo sem ekki að koma óvart því að þeir hafa neitað sök í þessum málum í dómsferlinu neitað að vera vitni og fleira. Ekki farið til Namibíu og sendt bara frá sér svona yfirlýsingar og þannig það kemur ekki óvart að þeir eru ekkert sorry. Þeir hafa viðurkennt að eitthvað hafi farið úrskeiðis þarna en þeir kenna öðrum Þeir kenna öðrum sko, þeir kenna uppljóstrarunum og svona annað og þeir í afsökunarbeiðinni Þorsteins þá sagði hann einmitt we're very sorry en segja samt sko að þetta ábyrgðin sé í rauninni ekki þeirra beint heldur uppljóstrarans að hann hafi brotið af sér já þetta hafi verið stjórnendur þeirra í Namibíu hafi í rauninni gert þetta án þess að yfirstjórn Samherja vissi já akkurat Hefur þú eitthvað skoðun á því? Finnst þér það trúlegt? Ég nú bara sammála 90% Íslendingum sem að trúa því að þá að gera könnun 9 af hverjum 10 Íslendingum trúa því að Samherji broti af sér í Namibíu og víðar og ég er bara nokkuð sammála því sko. En áður að förum lengra með málið og hvað gerðist síðan þessi tegund af list að birta eitthvað svona í annarra manna nafni já hvað er pointið með þessu? Já, þetta í rauninni þetta er í rauninni tækni sem hefur verið notað í fjölmörg ár, 100 ára þess vegna sko, það sem en þetta kemur mestmegnis frá situationistunum sem að vildu nota sko pólitískan áróður og annað sem kemur frá stofnunum og fyrirtækjum til þess að jafna leikinn og taka yfir í rauninni samskiptamáta þeirra til þess að koma samskiptamáta nýjum samskiptum frá listamönnunum sjálfum og koma með eitthvað mótvægi vegna þess að þarna ertu með aðila sem eru kannski með 100 milljóna til ráðstöfunar í markaðsefni og annað en listamaðurinn hefur kannski ekkert á milli handana þannig að þetta kallað culture jamming í enskum fræðum en á íslensku heitir þetta menningarbrengl og gengur út á að taka yfir eða brengla samskipti fyrirtækja eða stofnana og það getur verið gert á ýmsa máta til dæmis með því að breyta auglýsingum senda út falskar fréttir eða appropriation eins og við kalla eða eignarnám á ímynd og oftast þetta í einhverju svona stendur yfir í stuttan tíma einhver svona smávegis blekking að síðan uppljóstra hvað gengur þar á bakvið en þetta í rauninni bara skapar umræður oft þetta einhver svona mikill kontrast á það sem í gangi þetta oft mjög pólitískt mjög getur verið beitt og líka satira eða húmor í þessu en já, ég nota þetta í rauninni bara til að setja svona sviðsljósið á málefni líðandi stunda og skapa samfélagslegar umræður Var það hugmyndin að einhver svona þetta heita kannski orðræða frá öflugum stofnunum í samfélaginu og það sem líka það sem auður á bakvið hafi svolítið yfirtekið samskipti okkar og þannig að leiðin til þess að eiga einhver önnur samskipti sé að tróða sér inn í það og fikta aðeins og breyta. Já, í rauninni og það þýðir ekki að standa fyrir utan og hýja inn. Nei, í rauninni ekki. Þetta meira þess að það til orðið þetta svona cultural jiu-jitsu því meiri þunga sem að fyrirtækið eða stofnunin eða einstaklega setur á listamannin að því þyngar verður fallið í rauninni og ímyndaðir þetta dómsmál til dæmis sem kostar kannski 20 eða 100 milljóna fyrir Samherja, ekki fyrir Samherja auðvitað er þetta kostnaðsamt fyrir mig en ég settur á ég fæ sama stall, sama vægi í samfélagslegri umræðu og þannig virkar í rauninni culture jamming
að gefa listamanninu sama vægi og þessar risastofnanir. Með því að fara í mál við þig að þá Þorsteinn Már að gefa þér sama vægi og hann hefur með allan sín auð og sín áhrif og ég býst við að setja alltaf í fram hann sé með líka stjórnmálafólki svo í vasanum og þarfundugotunum. Fjölmiðla sem að þjónunum en með því að skilgreina þig sem óvinn að þá færð þú sama sem svo hann. Já, algjörlega. Þannig það svona stór kjarni í culture jamming, menningarbrengli. En þú fær náttúrulega bara þann sess sem að hann skammtaði þér. Þú fær bara að vera sakamaður. Eða ekki beint sakamaður en þetta engamál. Já. Þetta ekki glæpsamlegt athæfi. Skaðvaldur, hann að vill fá skaða bættan frá þér, eða ekki? Jú. Viðurkenningu á hvað? Hvað vill hann fá frá þér? Þeir vildu loka heimasíðinni inn. Er þetta ekki búin að loka henni? Nei, sko, það var tímabundi lögbann sett á heimasíðina og það ennþá bara það bara disputed eins og sagt þannig að það ennþá á borðinu. Þannig að þeir vilja í rauninni fá heimasíðuna og þeir hafa óskað eftir því að ég fjalli ekki Samherja í frekari listsköpun í framtíðinni. Svona menningarlegt nálgunarbann. Já, og buðu mér náttúrulega reynda að semja við mig í desember. Ef ég myndi ekki áfrýja málinu að þá myndi ég bara þurfa að borga með 1 pund. En hins vegar ef ég myndi vilja áfrýja en vildi ekki semja við þá myndi ég krefja mig 200.000 pund sem þeir gerðu náttúrulega hann í desember. En já. En hvað færð þú út úr því það sem að Þorsteinn Már gefur þér, þennan sess? Hvað færð þú út úr því? Því að þú ert náttúrulega bara andlag við það sem hann að gera eiginlega frá því að málið byrjaði eiginlega. Þú sendir út tilkynninguna, vekur ekki athygli, þeir bregðast við og eftir það ert þú bara eiginlega í hvirfilbylnum þeirra, sko. Eða ekki? Já, eða þeir í mínum. Það má líka segja þannig. Ég held að þeir hafa ekki búist við því að ég gæti komið fyrir mig vörnum. Og hvað byggust þið við að þú myndi gera? Bara loka, beðast afsökunar? Já, það var farið fram með miklu offorsi. Ég hafði 48 klukkustundir til að mæta fyrir Hæstarétt í London á sama tíma og útskriftarsýningin var opnið hérna og verkið var opinberað. Þannig að ég hafði bara 2 sólarhringa til að redda mér lögfræðing í Bretlandi og verja mig og þetta gríðarlega kostnaðarsamt. Það 20 milljóna að verja sig. Svo þú hefur þurft að leggja út? Já, annarkvort í gegnum stuðning frá samtökum eða aðilum og annað til að geta tryggt ég geti varið mig með einhverjum hætti og það hefur gengið upp og ofan í því að tryggja svoleiðis en ég held að það sem ætluð sér kannski fyrst var bara svolítið að valta yfir mig og það náttúrulega ástæðan fyrir að sækja mig í Hæstarétt í London. Það náttúrulega þessi yfirgnæfandi, bugandi kostnaður. Það náttúrulega ekki við því að búast að íslensku listnemi og listamaður hafi efnaði að verja sig á þessum vettfangi. Það var meiðyrðamál sem að Jón Ólafsson höfðaði gegn Hannesi Hólmsteini var í London. Já, akkurat. Og Hannes hefur oft fjallað þetta og talar einmitt að það hafi verið eiginlega hluti af aðgerðinni hafi verið að sækja sig þar. Því þar sé bæði erfiðara að verja sig í svona málum, en líka miklu kostnaðarsamara. Já, hann tapaði því líka og hann þurfti svo ég viti best að þá var hann nokkur ár að safna fyrir að geta áfrýjað og vann síðan málið. Hann vann áfrýjuna. En það voru sagðar fréttir að þessu, ég held að Kjartan Gunnarsson hafi svona á pappírunum allavega keypt húsið hans og það var svona ýmsa tilraunir til þess að verja því að Jón geti sótt framfylgt dómnum með því að taka af honum fé. Já, akkurat. Þetta þekkt, þetta er kallað court shopping og það fer ekki... En ekki listgrein? Listgrein, nei. Court shopping er þegar svona stór fyrirtæki aðalar olíugarkar og eitthvað svona lið velur sér þá dómstólar sem eru hliðhollir og þeir gera það í rauninni í þessu máli. Þeir segja það við dómara í upphafi að þetta myndi ekki hafa brautagengi hér á Íslandi og þess vegna sækja þetta þarna úti og nota þetta breska lén sem ég er með. Já, því það var úti. Já. Og þar landi sér lögsagan í þessu máli úti.
Já, en dómari furða sig á því að því að íslensk fyrirtæki og íslenskur listamaður og þessi listamaður ekkert að fela sig sko, myndir af mér út allt, andlindin á mér, þú veist, það ekkert vandamál að finna mig, þannig að hann skildi ekkert uppi og ofan að hverju voru að lögsækja mig þar, en þetta þetta court shopping og þetta gæti líka verið partur af það sem kallað SLAP case í Bretlandi, sem strategic litigation against private person, eitthvað svoleiðis, ef man rétt. Það er stórt vandamál í Bretlandi, það sem virkilega stórir aðilar geta lögsótt litla aðila og kaffært þeim í einhverju svona lögfræðikostnaði til þess að þakka niður í umræðu. Og þetta bara stórt vandamál og það mikið verið að vinna með þetta í Bretlandi þessa dagana. Þetta líka vandamál hér, þótt að það sé ekki sömu upphæðir að það eru til dæmis menn sem að reka svona starfsmannaleigur og leigja fólkinu sem að þeir eru að leigja út húsnæði sem að hafa höfðað mál gegn samstöðinni eða blaðamanni samstöðunnar og það hefur kostað okkur marga milljónir sko að verja því. Þeir töpuðu málinu í héraðsdómi en hafa áfrýjað því og þannig að þeir uppverðu staðið munum við þurfum að hafa borgað sko gríðarlegan kostnað sem að þeim munar ekki neitt en við erum hérna bláfát okkur fjölmiðl sem eiginlega lifir á því að láta baukinn ganga og þetta hefur valdið okkur sko stórkostlegu skaða sko. Akkurat. Og hindrað okkur í því að byggja okkur upp eins og við hefðum viljað sko. Akkurat, þetta nákvæmlega það sem og þetta eitthvað sem ég held að almenningu kannski á Norðurlöndum eða svona í svona þróaðari ríkjum myndi ekki búast við að væri í gangi þetta soft censorship sko, það sem að vera að þakka niður í og taka tennurnar úr aðilum sem að segja eitthvað og við tökum tjáningafrelsi allt og fegins hendi en þegar það láti reyna á það þá það ekkert svo mikið tjáningafrelsi, þú veist, það virkilega mikið af hlutum sem gerast baka tjöldin og þarna eru aðalar kannski að reyna að taka resources frá ykkur, þetta alveg þekkt, ég meina lögfræðingar Samherja hafa sendt endalaust eitthvað einhvern litlum póstum hér og þar sko til að reyna taka resources frá mér, tíma og resources og peninga frá mínu lögfræðingum og svona já, þetta bara að straka þetta í hjá þeim. Og þetta virkar og líka utan dómstólana, það bara við vitum alveg í íslensku samfélagi að fólk ekki alveg frjálst með hvað það segir, að ótta við að vera einhver leyti afskrifað að fá ekki framgang eða vinnu eða að það sé svona lítir á félagsskráni að hafa lent í einhverjum átökum við einhverja sterkari og þetta stórkostlegt vandamál á Íslandi og þetta náttúrulega sérstaklega erfiður vandi í kannski eins og Akureyri eða Dalvík, höfuðstöðum Samherja sem að ég stríði nú stundum fólki fyrir norðan. Það situr kannski í kaffihúsi þar og að segja svona Samherji, svona hátt á sérmar alveg viðbröðunum. Það vil helst að maður gera þetta ekki sko. Akkurat. Þetta eru kælingar á sig. Já, þau eru svakaleg og ég finn fyrir því í mínu sko eins og skóli minn úti ætlaði að ritskoða mig að þau held að ég myndi gera annað eitthvað Samherjaverk. Þú veist, ég veit ekkert hvort að skólinn sé þá hræddur við málsóknir eða annað. Ég meina, núna málið mitt fyrir Hæstarétti í London, það ekkert búið að dæma eitt eða neitt, ég ekkert sekur eitt eða neitt, en samt hefur þetta þennan fælingamátt, sko. Og það sem hefur líka það sem þú nefnir, þetta svona sjálfsritskoðun. Mjög mikill sjálfsritskoðun sem á sér stað, sérstaklega þegar þú ert með fyrirtæki, stofnanir eða einstaklingar sem hafa svona mikið dreift eignarhald út allt og eru með puttan í öllu. Já, maður vil ekki svona kalla yfir sig ofsóknir, svona óvart eða einhverju kærleysi. Þá byrjar svona eitthvað svona sjálfritskoðun og þetta bara mjög algengt. En fái lendi í því jafn illa og þú sagðir að þú hefði fengið 48 tíma til þess að verða við þeirra gröfum og þá verður 48 tíma til að redda þér lögfræðingi í London og þú ert ekkert kunnugur í London beint, eða? Nei. Hvernig tókst þér að gera það? Virkilega flókið mál. Ég fekk stuðning frá bara svona félagasamtökum, erlendum og aðilum sem að það heitir eitthvað Wow Holland Foundation eða eitthvað svoleiðis sem að styrkti mig 5 milljónir sem bara startkostnaður sko, bara til að fá það til að svara fyrsta bréfinu og svo í framhaldinu af því þá vatt málið hans upp á sig og fór að vekja mikla athygli og ég fekk
alþjóðlega lögmannsstofu sem að sér mannréttindamál og núna í desember þá ég komið með í rauninni 2 svona eiginlega bara svona stjörnulögfræðinga í Bretlandi sem eru Og eru þeir þá að gefa vinnu sína í þessu eða eru þeir fjármagnaðir af einhverjum samtökum eða eru þeir að senda þér reikningin? Nei, ég fæ ekki reikningin af þessu. Það er búið að tryggja mér í rauninni lögfræðaðstoð til að klára þetta mál. Eina sem ég þarf að standa kostnað undir akkurat núna er bara að ferðast til London og eitthvað svona minni kostnaðir í rauninni þannig að það er svona auðveldar fyrir mig að fjármagna en þetta bara stórt mannréttindamál og það eru margir hagsmunaaðilar sem eiga eitthvað að verjast í þessu og finnst þetta að vera mikið óréttlæti og svona þessi framganga Samherja gegn mér er algjörlega kostuleg sko. Ég meina dómarinn var krossbrá í desember þegar þeir ákvað að breyta afstöðu í staðinn fyrir að óska ekki eftir neinu fjárhagsliðu frá mér að fara á 0 og upp í 200.000 pund að dómarinn bara krossbrá ég meina það er bara mjög augljóst að það verið að nota sko 200 pund eru hvað, eru svona 30 milljónir pluss eitthvað? Þetta er 30, mér skilst þessu rétt tæplega 40 milljónir. Tæplega 40. Já. En ég meina þetta er bara fleiri tilburði til að reyna að hafa áhrif og ég meina Samherjar eru vanir að semja sig frá öllum andskotunum, tefja og semja og borga sig út úr alls konar málum, hvort sem það Seðlabanki eða skatturinn eða einhverju aðri aðilar og náttúrulega það sem var bent á í Samherja skjölunum að það væri verið að borga ráðherrum og ráðherrasonum og einu og þessu liði þannig úti til að verða sér út verðmæta makrílkvóta en þeir eru bara vanir að geta hent peningum í hluti og láta hluti hverfa Ekki jákvæða niðurstöðu með því að borga sig að henni Já, en peningar hefur ekki verið hvati fyrir mig allavega í þessu En áttu 40 milljónir? Nei, en kannski kemst maður á listamannalaun einhvern tíma og gæti þá kannski borga ég veit ekki Það segjum að þeir myndu vinna málið og ganga að þeirra þá myndu þeir eyðileggja bara setja því gjaldþrot og gera því fjárhagslega ósjálfbjarga Það gæti vel verið sko. Það eiginlega málarekstur gengur út á það Já, ég meina það voru 40 milljónir í desember það var gegn því ég myndi ekki áfrýja en áfrýjun er miklu kostnaðarsamari núna því ég áfrýjaði í janúar eftir þetta og þá náttúrulega kannski 2-faldast eða 3-faldast eða 5-faldast þessi kostnaður sko. Þannig að þetta geti endað bara í $1.000.000 eða eitthvað sem var í krafan á þig Krafa ef ég myndi tapa, já, það geti verið krafa Og það er krafa að þú borgir þeim lögmannskostnaði eða eitthvað? Já, kostnað, já, ég meina þeir eru með lögfræðinga á Íslandi, fjölmiðlafulltrúa, þeir eru með lögfræðinga í Nóri og síðan eru með þessa hæstarétta barristera, svo kallaða. Svo eru náttúrulega með spæjara eins og komið fram. Spæjara, já, það er nú kostnaðsamt barristera, marga milljónir í íslenska engaspæjara, allavega með umræðan í dag. En allir, þetta er langt yfir 100% af öllum þínum eigum, en miðað við eigið fé í Samherja þá er þetta eitthvað svona 0,01 til 2%. Já. Þetta er 0,1 eða 2 prómill af þeirra, þannig að þið munar ekkert þetta. Já. En það var felldur dómur í Bretlandi, eða Englandi. Hver var hann? Já, sem sagt, í desember þá voru komið næstu því 2 ár síðan að þetta hófst og þá var þá dæmdi dómarinn með Samherja í rauninni að ég hef ekki mátt búið til þessi heimasíðu og allt það. Ég þekki nú ekki all legal jargonið sem í kringum þetta og ég eiginlega að spyrja lögfræðinga mínu það en allavega það dæmt með Samherja en mér er gefinn kostur á áfrýja málinu og ég held að dómarinn hafa sagt að 200.000 pund væri tóm steypa. Ég held að það sé hámarkskrafa sem við getum gert á einstakling í Bretlandi í svona málum er 50.000 pund en ég þekki ekki alveg. En er það ekki þannig að þú munt alltaf tapa þessu máli því þú mátt þetta raunverulega ekki? Þú mátt ekki stofna heimasíðu í mínu nafni?
eða í nafni Seðlabanka Íslands. Já, sko, hérna að ræða náttúrulega ádeilu. Það var þú mátt það ekki, en hins vegar í ljósi einhvers að þá hægt að horfa í gegnum fingur sér það. En aldrei þannig að það sé hægt að segja, jú, þú mátt þetta. Er það möguleiki? Jú, það í rauninni það sem að ég að segja í minni málsvörn að þetta í rauninni bara þáttaka í samfélagslegri umræðu og satýra. Ég meina þetta ekkert öðru sem Spaugstofan kannski eða áramótaskaupið þegar þeir eru með logo Samherja og þeir eru með Þorstein Má einhvern veginn að afsaka sig fyrir starfsfólkinu í aðeins meira því að þú þykist vera. Það eins og Spaugstofan væri bara með liti gervigreind búa til mynd af Þorsteini Má. Þetta væri ekki einhverja leikan. Já, akkurat. En þetta er bara mjög þekkt listform. Menn hafa verið að gera þetta í mörg ár. Þetta er satýra, þetta er kallar bara fair use eða þannig sko. Af því að þú býr til síðu og í þeirra nafni sem að fólk gæti ætlað að væru þeir. Já. Að hvort það væri erfitt fyrir dómaran að segja að það sé leyfilegt en eins og getur dómur verið þannig að sjálfsögðu má það ekki hins vegar í ljósi fyrirferðar Samherja í samfélaginu og mál sem að þeir eru með víða heim að þá eiga þau bara að þola þetta. Þetta er bara hluti af því að vera svona stóri í samfélaginu að þola ykkur á gagnrýni og skammist ykkur að farið heim og fá ekki neitt. Borgið honum lögfræðikostnaðinn, eitthvað svoleiðis, getur verið besta niðurstaðan. Já, það er alveg eitthvað sem er inn á borði hjá dómarunum. Þetta akkurat að þeir séu bara það stórir að það megi fjalla þá, en það sem að kemur fram í mínu verki er eitthvað sem hefur bara komið fram í samfélagslegri umræðu. En svo það líka taka fyrir sko hvort að afsökunarbeiðni geti haft meiðandi áhrif. Þú veist, sérstaklega í ljósi þess að þeir hafa sjálfur gefið út nokkra afsökunarbeiðnir og þetta er í rauninni svona. En þú viðurkennir sök í ykkur máli sem að þeir neita sök. Já, akkurat. En ég meina að það er bara nákvæmlega eins og er gert í annarri umræðu, til dæmis í skaupi og eitthvað svoleiðis, þú veist, þegar verður að gera grína að aðilum eða sérstaklega svona stórum aðilum. En ekki myndir þú vilja samt segja sem svo að það sem þú ert að gera er bara eins og áramótaskaupið, af því að þú ert að gera list sem er einhvern veginn meira inn í svona þá vilt vera bara inn í umræðinu, ekki fyrir utan að túlka, þú vilt einhvern veginn tróða þarna meira inn, þannig að þetta er ekki alveg. Já, ég er að setja sviðsljósi á ákveðin atriði, sko, já. En ég meina, það má ekki gleyma því að það væri kannski hægt að líta þetta sem borgaralega óhlýðni eða eitthvað svoleiðis, eins og stundum kallað, en ég þekki ekki lagalega hlutin sko, af því að lagaleg umgjörð hvort eitthvað sé löglegt eða ólöglegt eða siðferðslega rétt eða annað sko, hefur ekkert að gera með listrænt gildi. Listrænt gildi tekur allt annan pól í hæðina. Þannig að fyrir mig er ég að skapa myndlist sem hefur allt annað tilgang heldur en endilega að vera eitthvað löglegt eða ólöglegt. Þú talar borgaróhlýðni, geti þetta verið þá svona á svæði þar sem að segjum að þú mátt ekki leggjast á Miklubrautina. Það er líklega bannað samkvæmt. Já. En ef þú gerir það í einhverju mótmælaskyni kannski með fjölda fólks annað, þá er gert eitthvað til þess að fjarlæði stundum er fólk bara borið í burtu eins og Ómar Ragnarsson og svona náttúruvinir voru bornir út úr hrauninu þar sem voru reyna að stoppa framkvæmdir. En það er ekki farið í svona málaferli. Nema þetta á Íslandi, sem íslensk yfirvöld eiga til að fara í bara mjög hörð málaferli gagnvart mótmælendum. En svona víðast er svo litið á að það sé bara hluti af lýðræðislegu samfélagi að fólk geti mótmælt og tjáð sig með einhverjum hætti þó svo að valdi einhverjum tímabundnum óþægindum eins og var í þínu tilfelli. Það er ekki beint svona skaði eins og þú bendir á að þá vel að veit ekki af þessu fyrr en að sjónarhorn Samherja kemur fram. Þannig að þetta er eitthvað stór á því svæði, að þetta er svona að við verðum að hafa eitthvað svigrum inn í samfélaginu þar sem að fólk getur andmælt, sérstaklega fjársterkum aðilum sem að drottna yfir umræðinu og hafa keypt sér fjölmiðla og hafa keypt sér stjórnmálafólk og hafa keypt sér bara sess í samfélaginu sem eiga ekki skilið. Þess að það er ekki þannig að þeim hafa verið lyft upp
fyrir sko góðmennsku eða heldur það verið bara keypt umfjöllun sig og ímynd. Já, algjörlega. Og í slíku ástandi sem sannarlega hér, við talum ekki okkar tímum, það sem var vaxandi ólíkarkismi, að þá verðum við að gefa almenningi og listafólki svigrúm til þess að berjast gegn þessu. Algjörlega. Og það ástæðan fyrir því að þessi stjórnulögmenn og þessi samtök sem eru að aðstoða þig hafa áhuga á þessu máli, að þetta snýst raunverulega málfrelsi gagnvart auðfólki. Algjörlega. Það bara mjög rétt með þetta, sko. Herðu, en þegar þú varst að útskrifast úr Listaháskólanum. Já. Þetta var útskriftaverkefnið. Já. Hvað fyrstu fyrir þau? Veistu góða umsögn? Hæstu einhvern. Já. Listaháskólinn hefur alltaf verið gagnrýndur undanfæra þegar þeir gefa bara einhvern falliða staðið, sko. Já, það hæstu einhvern er bara að sleppa. Standast. Já, það er bara yfir 5. En ég fekk mjög góða umsögn, svo kallaða, og ég meina, ég fyndi fyrir miklu stuðningi, ég hef náttúrulega fengið stuðningsyfirlýsingu frá Bandalagi íslenska listamanna og Sambandi íslenska myndlistarmanna og frá Ragnari Kjartans og alþjóðlegum listamönnum og þannig að ég fengi mjög mikið stuðning, sérstaklega í grasrótinni og ég hef með fyrirlestur hérna í Listaháskólanum í vetur, í byrjun vetrar, þar sem ég var að fjalla We're Sorry, málið allt saman. Þannig að ég fyndi fyrir miklu stuðning í rauninni, sko. Já. En þú útskrifast þar með eitthvað svona sambærilegt og BA-prófið, ekki? Já. Þú fer svo í framhaldsnám til Bergen. Já. Var að útskrifast þar núna. Og heldur áfram á sömu braut þar í... Já, stærsta rannsóknarverkefnið var í rauninni bara We're Sorry, samherja gjörningurinn eins og að kalla á íslensku, áframhaldandi. Þannig þú ert bæði BA og MA eiginlega í samherja. Já. og hérna að því að þetta tekur mikið af mínum tíma en þetta er líka mitt listform í rauninni að hafa áhrif á samfélagslega umræðu og hérna og ég er svona hallast að sömu stefnu og situationistanir sem að vildu skapa eitthvað sem að list sem að ætti ekki endilega heima bara á veggjum inn í galleríum heldur að tæki þátt í að væri eitthvað svona upplifun, situation, skapa upplifanir og listin væri upplifunin og síðan umræða í kjölfari á því eða hvað? Já, ég meina það má jafnvel segja sem svo að bara hugmyndalist geti haft töluvert meiri áhrif á áhorfandan heldur en svona hefðbundin list í mörgum skilningi, sko. Þú getur ekki sýnt þetta verk? Þú getur sýnt svona dótið, svona skýrslu af því, svona einhver arkæf feril þess, en verkið er einhvern veginn, það er bara viðbrögð samfélagsins og dómstóla og Þorsteinn Mári náttúrulega samskapariðinn í verkinu. Já, algjörlega. Já, þeir hafa sko verið virkir þáttakendur í sköpun listaverksins, vegna þess að þeir hafa náttúrulega hrindt þessu málaferli áfram, þeir hafa sendt út fréttatilkynningar og tjásu málið og fleira, þannig að þeir eru mjög virkir þáttakendur í listsköpunni og þeir eru mjög meðvitaðir hvað er í gangi hérna. En það er einmitt það er mjög erfitt að koma höndum á það og einhvern veginn ætla að sýna það á einhverjum einum vegg eða svoleiðis heildar sín verksins af því að konseptið lifir bara í huga áhorfandans. Já. Og einhverju svona áhrifum bara hér og þar sem er kannski erfitt að ná saman einhvern veginn. Þú getur náttúrulega verið með fyrirlestur og sagt frá þessu en það er náttúrulega kannski bara eins og föl endurminning af einhverju. Það getur verið, sko. Viðburði sem er kannski ekki hægt að festa hönd á. En listið þín hérna snýstu það að hafa áhrif og búa til viðbrögð, en það getur eins og svolítið reynt á. Það reynir á að vera í einhverju svona málaferlum og einhvern tíma hlýtur að hafa verið uggandi bara fjárhagslega afkomuðina og þú varst að lýsa því áðan að bæði finnur fyrir því í skólanum að eins og skólinn veit ekki alveg hvernig hann á að taka á þér og það er afstæð til þín frekar en annarra nemenda og svo áttur á því að jáfnvel gæti verið eitthvað sambilegt í gangi inn í höfðinu og þess að þú varst að gæta þín á að þú farir ekki að stunda sjálfsriðskoðun. Hefur þetta haft svona áhrif á svona persónu þína? Ég er bara mjög meðvitaður þessi kælingaráhrif og ég veit alveg að ég mun þurfa að
tækla þau í framtíðinni, en það í rauninni bara svona áframhaldandi rannsóknarverkefni mitt að taka þátt í þessari samfélagslegu umræðu og sjá viðbrögðin. Þegar þú ert að vinna í rannsókn þá veist ekkert endilega niðurstöðuna strax og veist ekkert hvort að ég vissi til dæmis ekkert hvort að fólk myndi taka vel í we're sorry gjörningin eða hvernig þið tekið eða hvernig framvindan þið. Það í rauninni bara þessi áframhaldandi rannsókn og jafnvel ef allir hefðu verið á móti mér og hendi sig í ruslið eða ég veit ekki hvað, veist, þá hefði það bara verið partur af rannsókninu og verið áhugaverðar niðurstöður í sjálfu sér. Og að sama skapi þá þegar ég vinn í svona hugmyndalist að þá verður líf mitt mjög samofið listinni og verður einnig bara partur af rannsókninni. En þú ert bæði sko Ódí sem nafnið í þjóðskrá, Ódí og listamæðurinn. Þannig ég bara að velta fyrir mér svona þegar þú farið bréf eða ég veit ekki hvernig þú fréttir það að þeir hefðu hækkað kröfuna upp í 200.000 pund. Þá býst ég við að það hafi verið svolítið svona sjokk, kvíðvænlegt sjokk svolítið. Í rauninni, þú veist, það ekkert sem kemur á óvart í þessum efnum og það ekki alveg þannig að þú tekur upp bréfið og ha eitthvað. Nei. Það eitthvað sem kemur svona Ég bara velta fyrir mér það hluti af því að þú ert náttúrulega gangandi verk. Já, ég sko bara svona til að vera heiðarlegur, bara þegar ég fæ kröfu upp á 200.000 pund þá bara horfi ég að ég bara ok, er þetta næsti kafli, þú veist hvernig mun þetta spilast, ég meina ég veit það ekki, þú veist það er ákveðin áfellisdómur þetta ákveðin speglun á þeirra hegðun að óska eftir 200.000 pundum bara svona upp úr þurru, ég meina þú veist, það er ákveðin áfellisdómur yfir þá og sjálfa sko, frekar, segi meira þá heldur en mig. Ég er bara ennþá forvitin svona þína stöðu í þessu að því að sumileyti er þetta aðferð til þess að þagga niður í þér og brjóta þig niður, svona bara þrek þitt. Þannig að ég er bara að velta fyrir mig hvort að þú kannski svona hálfpartinn gætir búist við því að þessi 2 stjórnulögfræðingar myndu senda þér bréf og segja, heyrðu, samtökin sem ætluðu að borga, þau ná nú ekki að borga nema svona 80% af kostnaðinum og þannig að við myndum helst vilja fá frá þér svona allavega svona 100.000 pund sko fyrir helgi. Þess að þú sjálfum þessi ert í leik, það sem að þú gætir fengið eitthvað svona niðurstöð, allt í ert þú bara skilin eftir eitt sko. Já, ég meina það hafa komið vendipunktar þar sem ég þurfti að redda pening hratt til þess að geta haldið upp í vörnum og ég hef bara tekið því með svona stóískri ró og einhvern veginn bara reynda að gera mitt besta. Ég ger alltaf bara mitt besta en ef að niðurstaðan er svo að fyrirtæki kemst upp með að gjörsamlega krossmerja mig í dómi úti þá er það bara mjög afhjúpandi. Þú veist, og fyrir mig er málstaðurinn bara svo miklu stærri heldur en eitthvað sem getur komið fyrir mig einum persónulega sko. Þú veist, þetta eru réttindi sem hafa áhrif á allt þjóðfélagið, ekki bara hérna á Íslandi heldur bara alla Evrópu og jafnvel víðar sko. Tala ekki ef málið fer lengra, þú veist, við veitum það ekki. Til mannréttindadómstóls? Já, til dæmis. Þú fórst til Noregs að læra list til Bergen. Ég man ekki eftir mörgum myndlistamönnum sem hafa lært í Bergen. Er það einhver? Það eru nokkrir sem hafa farið. Þegar ég var ungur þá fór allir til Hollands sko. Já, það er mjög vinsælt þá held ég. Ragnar Kjartans á nú einhverjar rætur þarna, hann gerði víðfrægt skilti þarna sem stendur Bergen og síðan spurningamerki, það beint fyrir utan flugvöllin, það er svolítið svona Hollywoodlegt skilti sko. Og það er mikill húmor á bakvið það, Bergenbúar elska þetta skilti en Íslendingar eiga svolítið rætur að reykja þarna. Það er alltaf tengdust Bergen í gamla daga. Það var mikil samskipti við Bergen. Já, það kemur ekki óvart sko. En það er allavega, fyrir svona 40 kynslóðum. Já. En ertu fluttur heim eða byrði í Bergen? Ég kláraði prófið núna bara fyrir einhverjum 10 dögum síðan. Þú búin að fá umsögn? Búin að standast það, fekk umsögn og allt það. Það er allt klárað. Og svo var mér boðið doktorsnám á 3 vígvöllum. New York og London og
og svo Texas og skal ég þið segja og ég að fara núna, ég búin að samþykkja boðið frá Texas og að fara þangað í ágúst í doktorsnámi í myndlist. Af hverju valdirðu Texas? Það bara allt stærra í Texas og ég held að það hendi mér ágætlega. Já, ég fíla eitthvað bara hitan og umhverfið. Og hvað í Texas? Heitir Lubbock, það rétt hjá Dallas og Fort Worth. Þetta eiginlega svona, já. Þá myndu halda áfram miklega að vinna með þetta verk Samherja þegar þú endar með að vera doktor í Samherja. Já, í rauninni, í Samherjagjörning. Já, því ég er með 2 tillögur, að því ég verði í svona stóru rannsóknarverkefni og það snýr meðal annars að því að halda áfram með Samherjagjörningin og vinna úr honum, vinna úr gögnum tengdu honum, en svo líka bara að nota chaos og disruption sem listskapandi efni, já. Þannig og þeir samþykkja það, þannig að þeir vita ekki við hverju þeir eru að búast. En er þetta ekki svolítið eins og að þú veist að vera svona one hit wonder að slá í gegn og svo túrar bara heiminn og allir að biðja sama lagið einhvern veginn? Er þetta ekki trettur að festast í Samherja listinni? Jó, ég sko máli ef þú ert konsertlistamaður langflestir eru bara þekktir fyrir 1 eða 2 verk almennt og tilgangur minn sem konsertlistamaður er að reyna að skapa once in a lifetime event, kannski 2 eða 3 og það eru ég hef náð ansi víða. Það var 1 milljarður sem að las fréttir af Mom Air og ég hef verið að vinna mjög mikið með Mom Air ennþá. Það var hluti af ritrændir fræðigrein sem Háskólinn Reykjavík vann að núna og var gefin út fyrr á þessu ári það sem er verið að nota Mom Air verkefni mitt í fræðilega rannsóknir og í nýsköpun og verið notað í kennslu og fleira. Það er eitthvað sem þú gerðir í skólanum heima áður en þú gerðir Samherja? Já, akkurat. Það sem bjóð til falskt flugfélag Mom Air, það sem þetta var í miður COVID, ég lofaði 2 fríum flugum, 2 fríum sætum í hverju vél, COVID og non-COVID flugum, optional life vest under the seat og fleira sko. En já, það náði til 1 milljarðs, það var á CNN og BBC og var í öllum helstu flugumfjöllunum á heimsvísu en jú, þetta er svona one hit wonder ég meina það er 2 þarna aftur og 1 annað en þú talar svolítið þetta eins og árangurinn sé sko að fá 1 milljón views þá er verkið stórt. Já. 50 views þá er verkið ekki gott. Er þetta þannig eða? Ekki beint sko, vegna þess að ég hef gert önnur verk eins og Wendy's til dæmis, þar sem ég bjóð til fabrikera Wendy's heimasíðu og senda út fréttilningar að vera að opna hérna á Íslandi. Og það var eitthvað svona uppgöt af fjölmiðlum að ég staða bak við og það bara dó út mjög hratt. En fyrir mér var það mjög verðmætt rannsókn að það sýndi mér í rauninni hvað fólk er að bregðast við og hvers vegna og hvers vegna eitthvað virkar og virkar ekki. Þannig að ég gæti síðan nota niðurstöðunar úr því til að hjálpa mig með Samherjagjörningin. Þannig að bara í myndlist almennt þá er kannski ekkert eitthvað, það er ekki beint eitthvað svona árangurstengt, heldur er þetta bara svona auka kruður í svona sem tengist og skapar kannski meiri sögu kringum verkið eða meiri samfélagslega umræðu. En nú er þetta orðið þekkt stærð þannig að þegar kom tilkynningum að þetta opna Starbucks á Íslandi þá komu strax fréttir hvort þetta væri þú? Já, það var mér að kenna. Þeir gáðu þetta þegar þeir var að fara að opna hérna og ég sá fréttirnar af því, þetta var verslunarhelgina í fyrra og þá sendi ég á alla fjölmiðla á Íslandi takk fyrir að taka þátt í Starbucks-gjörningnum mínum og velkomin á sýningunum minna á opnuna og þá var allt vitlaust og þá settu þeir bara, þetta var bara eitthvað bullshit hérna frá Ódi og svo liðu 2 tímar eitthvað og Moggin dró tilbaka, þeir voru búin að ná sambandi við þannig að berja úti og hérna en Vísir var einhvern tæknilegum örðuleikum þannig að efsta fréttin á síðunni er að vera að Starbucks var ekki að koma, þetta var gjörning frá mér og þeir gátu ekki breytti í 6 klukkutíma hvort það var á mánudegi eftir verslunarhelgi, allir að keyra heim, allir að lesa fréttinnar og allir að fylgjast með
Þannig að það skapaði svona tvískinnung. Þarna nota ég í rauninni andliti mitt og því ég veit að ef að fólk sér andliti mitt þá treystir það ekki því sem er í gangi. Þú veist, bara í kringum önnu verkefni sem ég hef verið með. Þannig að ef ég setja andliti mitt og logo Starbucks saman í einhverju frétt, þá er það bara búið. Það er enginn að fara að trúa það lengur. Þannig að þú ert eiginlega, margir að reyna að byggja upp traust, þú ert eiginlega að byggja upp vantraust. Þannig að andlit á þér sé bara... Já, ef að vantraust er einhvern veginn, í þessu tilfelli þá verður vantraust einhvern veginn minn helsti styrkleiki. Þannig að ég er mjög tækifæri sinnaður í minni listsköpun og já. Herðu, en listamannsnafnið var Ódí og D-E-E og nú heitir það. Já. Hvað á þetta nafn að fyrirstilla? Hvað er þetta? Þetta er óvanalegt. Já. Þú er svo eini sem heitir þetta á Íslandi, ekki? Jú, mér finnst það bara gaman að geta breytt þessu í þjóðskrá í Noregi og látið uppfæra það hérna. Það tók innan við sólarhring að láta uppfæra það hérna. Maður er alltaf búin að fylgjast með Jóni Gnarr og öðrum. Og fóttist Texas til þess að breyta sínu nafni? Einmitt. Ég gæti gert þetta á 3 vikum. Þetta tók 3 vikur í Noregi og ég sendi þetta á sunnudagskvöldið í Þjóðskrá Íslands og þetta var afgreitt morguninn. Og ég held að það sé fyrir tilstilli mála eins og Jóns, sko. Af því það kom held ég eitthvað svona stjórnvalds ákvörðun það að það er að virða stjórnvalds skoða, veit ekki hvað þetta er allt kallað, en þegar eitthvað er gert á stjórnvöldum erlendis, þá verður að virða það hér. Það er að neyða fólk til þess að skipta nafn. Já, akkurat. Ef þú ert búin að hafa viðurkennt nafnið eitthvað þar erlendis að þá er ekki hlutverk íslenska stjórnvald að neyða til að skipta nafn, alltaf það er ekki hugmyndinni bak þetta? Jú, en þetta kemur til vegna þess að ég hét Oddur og þegar ég talaði við mína enskumælandi vini þá sögðu þeir annarkvort sko Odor sem hljómar ekkert voðalega vel eða Otter og þá fóruðu bara að kalla mig Odí, bara eins og hundurinn í Garfield sko, og það er tilvísun í bara Oddi sem að ég hefur stundu verið kallaður, svona gælnafn. Þannig að já, þetta bara svona þróast og þetta er svona alþjóðlegra, þægilegra nafn einhvern veginn og ég er að vinna á alþjóðlega vettvangi. Svo er fyndið, svo kem ég aftur til Íslands og þá getur enginn sagt, þá segja Óði eða eitthvað. Já, það verður að vita hvernig það verður það, þetta er ekki alveg gefið. Nei, það er, já, þannig að það er ekkert gefið í þessu. En í fjölskyldunni ertu kallaður Oddi eða Ódí, bara núna, Ódí. já. Allir búin að skipta bara fjölskylda í nánustu? Já, mamma og bræður minnir og þess að börnin og börnin kalla mér alltaf bara pappa. En ertu að safna peningum til þess að eiga fyrir morgunferðlum? Já, svona óbeint. Ég þarf náttúrulega að eiga fyrir flugmiðum til Bretlands og kostnaði og svoleiðis. Þannig að það er alltaf hægt að styrkja það og halda baráttunni gangandi. Og ef fólk gera það, þá getur bara fundið þig á internetinu? Já, ég verð núna... Ég ástundum eitthvað verk á lager og svona sem er hægt að kaupa ef fólk styrkja bara málefni. Ég meina, þetta fer allt í góða málstað á endanum. Já. Herðu, Ódí, gaman að fá þig hingað og gangi vel í baráttunni við Samherja og gangi bara vel á þinni listbraut og góða ferð til Texas. Takk fyrir það. Takk. Við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is